Komið sæl. Ég var búinn að lofa ykkur að fjalla þessum skekkju í þessu myndbandi. Ég ætla að standa við það. Skekkja er sem sagt þegar við notum námynduð gildi í staðinn fyrir nákvæm gildi. Þá kemur fram einhver skekkja í útreikningum hjá okkur. Nú ætlum við að skoða hvernig við getum metið þessa skekkju. Til dæmis ef ég myndi nota töluna 3,14 í staðinn fyrir pi-takkan á vasareikninum, þá myndi ég fá skekkju í flatarmáli eða ummáli rings, ef ég var að reikna eitthvað slíkt. Og hér er ég búinn að setja fram aðferð sem hægt er að styðjast við til að finna hver skekkja er. Og hún felst í því að við tökum námundaða gildið, og eins og ég nefndi, ef ég ætla að nota til dæmis töluna 3,14 eða 3,14 í staðinn fyrir pi, þá er það námundaða gildi sem ég set inn í þessa formúlu hér. Og fyrir neðanstrik myndi ég setja eins nákvæma tölu fyrir pi og mögulega hægt er. Best er að nota þá bara pi-takkan á vasareikninum. Og þegar ég deili þessu, ef ég finn hlutfallið þarna á milli, þá kemur væntanlega út tugabrot. En það sem við viljum gera er að skrá það sem prósentu. Þannig að ég leiði ykkur í gegnum eitt dæmi hérna. Spurt er, hver er skekkjan ef talan pi er námunduð að tölunni 3,1? Þá myndi ég setja 3,1 í staðinn fyrir námundaða gildi hér. Ég myndi setja pi inn sem nákvæmt gildi. Og ef þið prófið að reikna hvað það gefur okkur, þá kemur ljósa að út úr því myndi ég fá 0,9868 og einhverja fleiri aukastafirindar. En ég ætla að skrá þetta sem prósentu, þannig að ég gerir sinnum 100 og sé þá að ég fæ 98,68%. Og í rauninni er það að segja okkur að ef ég nota töluna 3,1 þá fæ ég 98,68% af réttu svari. Það vantar sérst eitthvað upp á. Og til að finna hver skekkjan er, að þá eins og kemur fram hérna ætla ég að gera 100% sem að myndi vera rétt gildi mínus þessi skekkja sem kemur fram í útreikningunum. Hjá okkur er það 100% mínus 98,68%. Og það gefur okkur skekkju upp á 1,32%. Síðan vantar hérna prósentumerki hjá mér. Þannig að ef ég ætla að reikna til dæmis ummál rings og ég slæ inn þvermál sinnum 3,1 í staðinn fyrir að slá inn þvermál sinnum pi með öllum sínum aukastöfum, að þá myndi ég fá skekkju upp á 1,32%. Þannig að svarið okkar er ekki alveg nákvæmt ef við notum 3,1 í staðinn fyrir pi. Ef þið horfum á þetta, þá lítur þetta kannski út fyrir að vera flóknara en það er í raun og veru. Þetta er sem sagt bara að taka námundaða gildið og deila með nákvæma gildinu, breyta því yfir í prósentur og finna hversu langt við erum frá 100%. Þið prófið þetta í bókinni, en ég ætla líka að sýna ykkur annað. Þegar við erum að setja inn allan textan hann að þetta passi. Þegar við erum síðan að vinna með tölur sem eru svona innan gæsalappa rangar, að þá getur það magnað upp skekkjuna hjá okkur. Og áðan var ég að reikna út að ef ég nota 3,1 í staðinn fyrir pi, þá fæ ég skekkju upp á 1,32%. Svo gæti ég líka verið að nota töluna 2,6 í staðinn fyrir ferningsrótina 7, sem er svona cirka 2,6. Og ef ég gerir það, þá fæ ég líka skekkju upp á 1,73%. Þannig að nú ætla ég að spyrja, eða spurt er, hversu mikil verður skekkja ef ég ætla að reikna flatarmál á þessum réttirningi hérna, þar sem að hliðarlengdirnar eru annars vegar pi og hins vegar rótina af 7. Ef ég myndi slá inn 3,1 í staðinn fyrir pi og 2,6 í staðinn fyrir ferningsrótina 7, hvað myndi ég fá mikla skekkju í flatarmálinu? Nú reglan er svo að ef ég er að margfalda saman tölu sem er, hvað við segja, skökk eða ekki nákvæm, að þá er hægt að finna heildarskekkjunu í svarinu með að leggja saman skekkju í þeim tölum sem við erum að nota. Flatarmál er sem sagt reiknað svona, lengd sinnum breidd. Og ef að skekkjan í þessari tölu er upp á 1,32% og skekkjan í þessari tölu hér er upp á 1,73%,
þá þegar ég fæ flatarmálið þá þarf ég að leggja saman þessar tvær tölur hérna og það gefur mér skekkjuna í flatarmálinu sem væri þá skekkja upp á 3,05%. Þannig sjáum við að með því að nota námyndugildi þá magna ég upp skekkjuna og svarið verður ónákvæmara en ella. Og þetta er mikið notað þegar þið verið komin aðeins lengra í til dæmis eðlisfræði, eða þið farið í framhaldsskóla. Og þá með þið búist við fleiri svona reikningum í tengslum við skekkju þar í tilraunum. Mjög skemmtilegt. En rétt í lokin ætla aðeins bara að hlaupa yfir hérna tölugildi. Við erum búin að renna yfir það ofta áður, þannig að fer hratt yfir söguna. Við munum vonandi að tölugildi er skilgreint þannig að það er fjarlægð frá talnalínu að núllpunkti. Þannig að ef ég er að skoða tölugildi til dæmis fyrir 2, þá er fjarlægðin frá 0 upp í 2, hún er einfaldlega 2. Og sama gildir ef ég er með -2. Fjarlægðin hérna á milli frá -2 og að 0 og fjarlægðin þar er 2 en ekki -2. Við getum aldrei mælt einhverja lengd í neikvæðri tölu. Þannig að tölugildi er fjarlægðin frá núllpunkti að tölunni sem ræðir og stundum er líka hægt að segja að tölugildi er eiginlega bara það sem er inn í tölugildismerkinu að sleppa mínusnum ef hann er þar. Þannig hér eru nokkur dæmi. Tölugildi fyrir 12 er bara 12. Tölugildi fyrir -3 er bara 3 að því að mæla fjarlægð. Nú inn í tölugildismerki get ég verið með eitthvað dæmi og þá reikna ég bara 2 + 4 eru 6 og þar er leiðandi að fæ ég tölugildi 6. Og hérna myndi ég reikna og fá út -3 en tölugildi fyrir -3 er einfaldlega 3. Og í tengslu við tölugildi þá er líka hægt að vera með dæmi og jöfnur. Hér er til dæmis sagt reikni hvað kemur út ef að x er -2 og y er 1. Ég vil setja gildin inn hérna fyrir x og y og þetta er inn í tölugildismerki. Þannig að það má líkja þessu við sviga. Ég myndi bara klára að reikna það sem er hérna inni og það er -1 en lokasvarið myndi að sjálfsögðu vera 1 af því ég er með tölugildi. Og sama hérna ef við hefum að leysa jöfnuna x plus tölugildi af -2 er jafnt á 9. Þá byrja ég að skrá að tölugildi fyrir -2 er bara 2 og það kemur hérna. Og svo einfalda ég jöfnuna, eða sem sagt einangra x-ið fyrir -2 báðum megin og kemur í ljós að x-ið er 7. En þá er ég búinn að segja allt sem ég vildi segja við ykkur í bili og þakka þá bara fyrir mig.